Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got. Já, strákar, við erum komin hérna beint eftir handboltaleikin og ég og Mikael, við erum ekki sjokkeraðir en Gunnar Bjartur, hann var ör þegar hann mætti hérna. Þú ert hátt uppi. Já, ég er hátt uppi. Ég er alltaf sérfræðingur í janúar hverju árið, þannig að... Já, þetta er einn af þeim. Já, ég er einn af þeim. Þú varst mættur að skoða exi hjá sjefanum. Já, ég er mikill aðdáandi sjefans, þannig að, já, ég hlusta alltaf, þú veist, handkastið á honum og svona. Þú veist að hann er fótbolti.net legend. Ég veit það og þess vegna er ég mikill aðdáandi. Já. Hérna, við erum góðan gest í dag, Mikael. Ég lofaði nokkrum aðdáendum Breiðabliks að þegar að þið væruð að hóta topparáttu þá fengirðu boð. Já, takk fyrir það. Það er búið að raungerast. Já, maður er búinn að vera sem að fjölmiðlabanni. En það gengur vel. Já, ágætlega. Tímabilið byrjað vel. Já, við ætlum ekki að fara í fyrst deildir og Breiðabliks umræður og setja þig í óþægilega stöðu en hvaða leik eigið í vikunni? Við eigum KF heima. Já, Bananahýði. Það er heitasta leið deildarinnar. Já, þessstundina. Þeir eru að spila mjög vel. Þeir föttu það að ef þeir myndu enda í 8 eða 9 myndi líklega þurfa að fara á Egilsstað eða Höfn. Þannig þeir ákváðu að spýta hans í lófana. Já, það verður hörkuleikur. Gunnar Bjartur, þú varst í smá hvað maður að segja, leyfi, banni á meðan þið voru að stilla ykkur saman á Álftanesi, þá var ég beðinn af fólkinu sem að ræður kannski út á Álftanesi að vera ekkert að bjóða þær á meðan. En loksins náðu þið núna sigri, 2 sigurum í röð, nei, 2 af síðustu 3 kannski. Já. Hann náttúrulega mætti í 7. manni staðan og byrjaði að gaslýsa okkur að Justin James var að fara í Tindastóll og svo tilkynnti 5 mínútum seinna. Já, það var skemmtilegt atvik. Ég mætti í 7. mannin og svo klukkutíma seinna var búið tilkynna. En það mikið verður bara að taka það á kassan. En já, ég var auðvitað í smá banni en við erum búin að stilla saman strengi núna og mætti tvíaldir í Njarðvík á morgun. Það verður hörkuleikur. Já, ég var ekki til að vona því, en Þú ert ekki vonað því eftir að þið mörðuð Akranes? Já, ég held að IS sé bara betri en Njarðvík í dag. Í þar síðustu umferð voru þið samt að spila og Njarðvík vann? Já, mér er alveg sama, Skiptir það ekki lengur máli þegar við ræðum hver er betri en hver vinnur hvað? Það skiptir það einhverju máli, en mér finnst, ég held að við munum bara fara svolítið auðveldlega með Njarðvík. En bara eins og staðan er núna þar, þeir eru með hennan Sven sem er víst mjög erfiður karakter. Það er málið? Já, og Hvað segðu okkur meira? Hvað hefur reynt? Ég hef ekkert heyrt það. Gatan hefur auðvitað að tala og Mikki hefur svo sem örugglega heyrt á þessu líka. Þú veist að þetta sé krefjandi gaur. Eina sem ég bara heyrt er þetta smá típa sem að pælir í sér í fyrstu 3 sætunum og svo liðin í 4. Þetta hefur víst yfir bara ferilið sinn verið alltaf mikið í því að kasta bara boltanum upp og án þess að pæla í afleiðingum. Það er nú áhugavert þegar þú ert með Skora, Kana, Lothier, hann og Milka og þeir eru allir að spá í sjálfum sér. Þetta er skrítin dýnamík og það er ekki gott einhvern veginn fyrir Nei, Rúnar Inga að hnoða úr Nei, þetta er líka örugglega fyrsti Króatinn sem kemur til landsins sem er ekki team-oriented. Oftast þau fáum Igor Maric, Dino Stipčić, Mate Karlovic. Það er menn sem að... Það er alveg rétt, það er góða punktur. Þeir eru oft á tíðum komast ekkert kannski áfram á Balkanskaganum ef að þeir eru með svona stæla. Ekki nema gæðin sem þið fenguð. Nei, já, hann er Hann er svona barnastjarna sem að Hann er barnastjarna og góð manneskja og Er hann góð manneskja? Já, hann er frábær manneskja. Það er stróka á þeim gæði. Hann er með stróku og auðvitað Tommi Steindór svolítið búinn að afskrifa hann áður en hann fekk að spila einn daginn. Þannig að það var gaman fyrir okkur að sjá hann þetta almennilega inn í þetta og hann er Nú slaka á, hann setti 2 þrista eða eitthvað, þetta var ekki Hann var með 12 stig á 15 mínútum eða eitthvað. Þetta var bara drullið. Free him, af hverju fær hann ekki meira spil? Hann er aðeins tæpur, eitthvað meiðslalega. En hann er, já. Hann tók samt einhverjar 2 slökustu ákvarðanir leiksins bara á þeim tíma sem var inn á þessar 14 mínútur. Hvað var það? Eitt var hann að reynda að fiska end one þrist það var rosalegt. Airbólaði bara. Galopin aukastending. Hann er að venjast venjast deildinni. Ég man eftir, fyrst þegar Justin James kom, þá var hann að reyna svona NBA-villur þar sem hann pumpfekaði upp í loftið og hoppaði svo inn í manni sinn. Og ég man bara Haukur Helgi sagði við hann bara,
þú fær þetta ekki hér sko. Nefn og heitir Haukur Helgi. Já, sko, en minn maður Jose Medina, hann er ennþá að reyna þetta á 5. ári. Bæði á æfingum og í leikjum. Og skilur ekkert í þessu. Hann virðist aldrei læra. En hérna, já, hann Serbinn mun læra og hann læri fljótt, þannig að, hérna, já, ég var bara ánægð með hann. Ég myndi samt nota meira í svona stretch 5. Þetta er einhvern veginn að spila bara fjarka og Raggi kom alltaf inn í 5-hlutverkinu. Já, ég ætla aðeins að seima hérna. Já, þetta var svo bara fyrsti leikur, við vitum nú ekki almennilega hvert hlutverk Já, ég veit, en Hjalti þarf að fara í fucking small ball stundum, sko. Ég er hann með mannskap sem getur hlaupið, sko. Líklegri til þess að bjóða upp á Okeke í fjarka með Ragganat, heldur hann að bjóða upp á Miskovic haugherka í 5 fjarka. Nei, það verður alveg búið upp á það. Eða Hauk í 5-unni. Það verður alveg búið upp á það, sko. Ég get alveg bara eiginlega lofa því, sko, að Hjalti muni eitthvað gera það líka, sko. Það verður skemmtilegt, sérstaklega bara á móti Milka næst, ef að Serbinn fer eitthvað í 5-una, sko. Já, hérna, svona, ef við líka... Hvernig er ég ekki þjálfað þetta lið? Við erum ekki búin að leysa þetta. Já, hérna, við erum nú faglegir, en hérna, sko... Stærðfræðilega í raun og veru gæti ég ekki verið með færri tapleiki heldur en þið, hérna, færri sigurleiki en þið eru meðveitur. Í raun og veru. Nú. Ef það bara svona væri eiginlega bara ekki hægt að vinna. Þú eru bara búin að vinna öll lélegu liðin, skilurðu? Þú væri búin að stela einhverju sigrum þarna. Já, þetta ekki. Jú. Já, ég held það líka. Já, ok, hérna, mig langaði nú að taka Njarðvík. Því að... Tökum Njarðvík og förum svo í fyrsta topic dagsins. Já, en eins og þú sagðir, sko, samsetningin á liðinu er núna orðin svolítið skrítinn, eða svona dýnamíkin. Og svo er það bara þannig að Njarðvík eru bara líklegastir eftir í að kannski til að falla í dag, eða? Mér finnst að þeir, eins og ef ég myndi powerranka deildina, myndi ég segja Njarðvík neðstir, satt að segja. Þeir líta Ía sem voru í bara leik... Þeir eru nýbúin að vinna Ía, Ía eru neðstir eins og þess. En Ía eru samt núna, finnst mér bara dálítið að smetla saman þannig að þeir eru unnu næstu í Altanes með Justin James. Sástu þennan leik? Nei, þetta var þetta hræðilegu körfuboltaleikur, ég horfði hann á fyrsta leikshlutann. Viðbjóður. Já. Ía, og það er ekkert endilega bara ykkur að kenna, Gunnar Bjartur. Ía nær mjög oft, sérstaklega heimavelli. Að gera leiki ljóta. Koma leikjum niður á eitthvað svona Stoke City plan, sko. Já, og mér fannst... Þeir náðu því alveg þarna, sko. Já, mér fannst líka dómgæslan, það var rosalega mikið flautað. Já, allir þrír voru hræðilegir. Þeir voru bara hræðilegir í þessu leik. Bara út allt og alls staðar. Og þú veist, maður er, farin að hafa áhyggjur af því svona dómgæslu, ég meina sáum bara Keflavík Tindastól og bara í öllum leikjum einhvern veginn. Þetta er að fara niður á við að meðan gæðin í deildinu er kannski að fara upp á við. Sóknum Dabaté. Já. Báði fyrir þetta fyrir hvað hálfu ára síðan. Já. Það er bara mætturinn á YouTube núna. Það sakna nú ekki allir Dabaté, ég meina Sigur Orri og fleiri eru kannski á svona... Gauði Þorsteins, hann sakna hans. Ekki vanda honum kveðirnar, þannig að það er... En ég meina, ég sakna svo sem alveg, hann er fínasti dómari. Þetta söknum við allra sem eru góði dómarar, það eru 2 ömurlegir dómarar í öðrum hverjum leik, þetta grínast það. Já, en hérna, já. Frábæra manneskjur en því miður ekkert rosalega góðir að dæma margir hverjir. Herru, sko, við erum með tilkynningu hérna, eða ég er með tilkynningu sem að ég fekk staðfest rétt fyrir þátt. Það er búið að sæna Jeremy Pargo. Í Grindavík? Í Grindavík. Og Khalil Shabazz er komin á Jugo Airport listan. Já. En það er einhver pikkan. Ég er að tala mér finnst bara, þegar maður hugsaður í snöggubræðið, þá ætti bara Þórðarsson að taka núna. Þórðarsson reyna pottjætt. Já, Njarðvík. Ef þeir ætla actually að reyna að gera allu að play-offs. Ég held þeir þori ekki að þeir eru nýbúin að sæna hver. Nei, ég held bara, ok, hérna, já, þetta verður svona Njarðvíku þáttur. En hérna... Nei, það er í síðan... Nei, ég veit það. En þú veist, hann losaði hann að því að hann var ekki nóg hrifinn af honum. Ég lofa þér að hann væri til í að hafa núna, sko, af því að það þurfti hann ekki að ágjöra falli. Þeir taka hann ekki aftur, sko. Ég er að sagði ekki oft þannig og veist ég hvað hann að missa fyrir hann. Já, þetta er svona oft með svona, gamla kærustu þínar hafa Klón Arans. Já, ég meina, ég sé alveg eftir Klón Arans, topp maður alltaf. En hvað, þarna, er einhver fleiri lið sem að svona gætu mögulega eitthvað? Keflavík gæti alveg pælt í því að Remi Martin ætlar ekki að fara, það er alveg ástæður því, kannski jú að meittir eitthvað einhverju leiti, Remi Martin á hræður í þessum Tindastóls-leik. Glugginn er að loka bara. Ég veit að það er 4 dagar í þetta eitthvað. Þeir þurfa... Þeir taka ekki Remi Martin trigger. Nei. En, já. En stólarnir? En ég er að tala
þetta er rosalega leiðilega aðstæða fyrir að Basíl að vera því að það bara þannig í nútíma körfubolta Ísland að það engin Evrópubúi að spila á Íslandi nema að vera á garantít samning nánast. Og það eiginlega eina leikstæðan í flestum af þessu liðum sem alltaf að tala er Kanastæðan sem hægt að skipta En ég myndi samt aldrei skipta Khalil Shabazz út fyrir, skipta Basíl fyrir Khalil sko. Endar hann ekki bara í Þorlákshöfn? Jú, en þú veist... Eða ekki? Ég held að 100%. En Keflavík þarf að taka, finnst mér, alveg ákvörðun. Ég meina, þú veist, Remi, ég veit að hann skaut valla í seinasta leik, þú veist, á móti Tindastól. Þú veist, myndir ekki alveg pæla í þessu eða? Nei, þú veist, jú, ég myndi, þeir pæla kannski í þessu, niðurstaðan verður alltaf, við vorum nýbúin að taka hann er okkar gæi og við bara, worst case scenario næra sér ekkert strik og þá bara þeir verða bara að ræta þetta en svona, maður hefur heyrt bara að hann hafi æft lítið og svona. Remi? Já, en svo hann líka bara, þú veist, maður veit aldrei hvað, þú veist, eins og fyrsti leikur á móti Val, þá er bara, wow, ok, hann er bara geðveikur. Hann snýr sér náttúrulega ökkla í þeim leik í bikarinn, hann er svona smá banni hér. Já. Ég held að eina sem er raunhæft bara Þorlákshöfn. Já. En þú veist, ef við ræðum bara Parkó og þessi skipti í rauninni, hvað finnst ykkur þetta? Ég sé þetta sem ekki nógu mikla breytingu fyrir þetta Grindavíkurlið því að í nútíma körfubolta viltu bara vera með nógu mikið íþróttamönnum inn á vellinum og nú ertu komið byrjunlega sem var bara með 4 leikmenn sem eru engin íþróttamenn eða einhverju leyti. Komið 39 ára Parkó sem er vel hægur. Sem að Ægir expósaði í play-offsi fyrra. Komið Kane sem er búinn að vera svolítið bara meiddur og einhvern veginn sprengjan hefur ekki verið þarna bara eftir áramót. Með Óla, einhvern veginn sama. Mortensen hefur nú aldrei getað eitthvað hreitt sér neitt rosalega hratt. Nei. Ég veit ekki alveg af hverju hvað þeir eru að gera og ég er svona forvitinn sko að því að ég veit, það vita allir sem að vilja vita hvað Helga, Magg og Pavel finnst Shabazz. Þeir töluðu svakalega vel hann þegar þeir voru í sjónvarpinu í fyrra og með hlaðvarp og aðdáendur. Þannig ég er svona skil ekki alveg að þeir... Ertu að spyrja þá, ertu þá að gefa þér skyn að einhver annar að taka þessa ákvörðun? Sko annarkvort er einhver annar að taka þessa ákvörðun eða þá að þeir mæta þarna og vinna með honum í bara nokkra vikur, allavega Pavel og Helgi búin að vinna með honum hálft season og bara strax einhvern veginn 360 gráður bara frá því í fyrra sko. Við erum að tala oft á tíðum hugsa flesti þjálfari með svipa varðandi svona leikmenn. Við tala með að Rúnar var ekki stærsti aðdáðandi í fyrra. Það finnst mér alveg einhverju leyti líklegt að þessi sama núna. Ég tala með Jóhann var ekki að fyrsta leikum til Ía sem hann bara það sem að skora einhver 40 stig og Jóhann tala samt að þessi frammistaði hjá honum hafi ekki verið á pari. Já. Ég meina hver er munurinn á Parkó og Shabazz? Svona bara ef þú setur á þig þykkustu blika þjálfaragleraugun sem að þú hefur sett á þig. Já, ég myndi að segja fyrst og fremst að Parkó getur dekkað meira á sig upp í 5 varnarlega. Það er enginn að expósa... Þungur. Já, hann er þungur. Hann getur dekkað 5-urnar einhverju leyti allavega barist stöðin í teig. Já. Og sóknarlega þá myndi ég segja að Khalili með Einhæmi það að leita að gera að þegar hann er að fara gegnum pick-and-roll-aðstöð þá er hann oftast bara leita því að skjóta boltana sjálfur. Já. En Parkó er með sendingarauga. Einhverju leyti er meira precision. Þú heyrir ekki Kane eitthvað að gelta á Parkó yfir seinasta tímabil. Var hann eitthvað að gelta á Shabazz? Ég held að koma alveg fyrir. Hefur hann bara eins og staðan akkurat dag eitthvað efnið að gelta á nokkurn mann í Grindavík? Svo er það. Svo er það, en þú veist, ef við tökum bara, þú veist, ég held að þú færð örugglega nýjan Kane með þegar besti vinur hans kemur eða hvað þetta skilur. En það sem að Þeir eru saman 78 ára gamlir. Já, ég veit það. Það er helvítis aldur, ég veit það. sko. Og ég meina Parkó hann spilaði bara í Big 3 en hefur ekkert verið að spila síðan þá. Er það nokkuð? Nei, hann hefur eitthvað verið að halda sig við held ég, en mér finnst bara Parkó er kannski meiri playmaker en Khalil, en hann er ekki að búti neitt skot eins og er á þessum tímabúti í ferlinu sínum. Nei, Mér finnst bara svo ótrúlega margt búið að vera að hjá þessu Grindavíkurliði, þó þessu bara með 2 tapleiki, en þú veist, bara, ég ætla samt að tala bara alveg hreina íslensku varðandi það að þeir töpuðu á móti KR með 25 stigum, sko, og það er liðið miðja deild. Þeir töpuðu á móti Stjörnunni með sko 100 stigum í bikarnum, átti ekki breyk. Þannig að þú veist, það gefur ekkert
rétt að mynda þeir séu bara með 2 tapleiki eins og staðan í dag. Nei, Það nei. skiptir bara ekkert öllu máli. Þetta snýst bara hvert þeir eru líka bara að trenda. Ég er að tala svo að hefði þeir alveg getað tapað mútið Skaganum þarna fyrir hvað, 2 eða 3 fyrir? Já, og þá var Kane með, en þú veist, kannski var það þess verið þá að kasta teininginu núna og sækja Parko. En er hann vandamálið? Var Shabazz eitthvað vandamálið? Mér finnst það ekki, sko. Er þetta ekki bara ekki sama stað alltaf, bara eru búin að voru á einhverjum garantít samning og þú ekkert mikið svo getur hreyft við liðinu? En já, ég er sammála bara punktur íþróttamennskunni í þessu liði, þú veist. Mortensen er bara eins og hann hafi verið að fá jólabónus Ingu Sæland bara núna í desember, skilurðu, og Sempúl er engin frábær íþróttamaður, þú veist. Arnór er bara einhvern veginn eini íþróttamaður. Óli Ólason sem er... Óli Varða. Já. Svo er Valur Orri kominn þarna, líka hægur. Raki Braga einhvern veginn hreyfist orðið ekki. Það er bara, Kristoffer Breki hefur verið bara algjör skuggi eftir meiðslin hjá sér, af því sem hann einhvern tímann var. Og Arnór er eini, þú bara berð saman við Tindastólsliðið, við Stjörnuliðið, þá er Arnór eini og Kane þegar hann er 100% Þú getur haldið í physicality þeirra. Já, sem að getur verið á sama hraða og fyrstu 9 hjá Stjörnunni, fyrstu 8 hjá Stjörnunni. Já. Og ég myndi halda það að þú ert alltaf komin í þessa stöðu sem að þú ætlaðir alla leið. Og þú er búinn að spila 2 leiki á móti sama liðinu sem ætla sér á nákvæmlega sama stað og þið fara svona ógeðslega illa með því. Þá þarftu einhvern veginn að hugsa, hvernig get ég sett saman liðið þannig ég vinn Stjörnuna? Þetta minnir mig bara ekkert eðlilega mikið á leikarsliðið þegar þeir tóku Karl Malone og Gary Payton 40 ára gamla báða 2 svona. Og einhvern veginn. Ég er ekkert endilega ósammála í að skipta kananum út, mér finnst bara hvaða kana þeir hafa tekið því þeir eru að taka mann sem kom inn í fyrra, bara flott er. En hann sýndi þá á móti nákvæmlega sama liði og þeir eru að ströggla við núna, að hann ætti ógeðslega erfitt með physicality og líkamsbyrjuna hjá Stjörnunni. Hvað gefum við þessari? Ég var með þátt síðast og þá rönguðum við signings. Hilmar, Justin James og allt þetta dót. Já, þar síðast. Hvar setjum við þetta sign? Eða þú veist bara þessa breytingu, hvar fer þetta inn í það mix, skiljiði mig? Þetta er frekar neðalega fyrir mér, sko. Já, mér finnst það ekkert... Já. Þetta hreyfir, finnst mér... Það er kannski spurningin, Það hreyfir hreyfir ekki þetta nálina eitthvað... Ekki nóg allavega. Ekki þannig. Þannig að þú losir gauð sem er búinn að eiga nokkra... Ég meina, gæinn er örugglega með 25 stig í leikna. Er Khalil ekki bara stigakóngurinn í deildinni, eða? Þetta er Goiko síðan þá upp þess. Já, en þú veist, þeir eru að berjast um það. Já. Hvar ætlarðu að fá þá stiginn, þú veist, þú færðu ekki frá Parko, ég meina, hann er ekki frá 25 í leik, sko. Nei. Hvar ætlarðu að fá restina? Það er líka umhugsunarefni. Hvað er með Kane, þú veist, hvenær kemur hann aftur? Já. Er hann sami gaurinn? Já. Og hann hefur verið? Þurfa ekki líka bara meiri íþróttamann í fjarkastöðinni? Jú, það bara ná líka einhverju rönna leikjum. Já. Það vantar alltaf eitthvað í þetta lið. Sempúli líka hefur verið rosalega mikill skugga sjálf sem finnst með seinni hlutan tímabilið núna. Já, Ég held að hann komið niður hann byrjaði bara og var á MVP-listan, sko, í byrjun. Hann er komið niður í 15 stig í leik, held ég, ef maður rétt. Já, mér finnst hann bara orðið svo tæpur. Bara andlega. Þeir eiga Valsara, hann hefur alltaf verið það. Já, mér finnst það rosa mikið núna, sko. Er þetta krísuleikur, svo kallaður? Valur á móti Grindavík? Já, svolítið. Þetta er svona 2 lið sem að þurfa svolítið að svona bounce back, sko. Já. Já, við vitum það að Valsmenn eru konum með nýja leikmann og Hver er Valur konum með? það er Ígor Maric. Já, svona nýr og ekki nýr. Já, ok, eru konum með leikmann. Ég fíl þetta fitt samt fyrir Valsara. Já, og... Fá eitthvað þekkt bara. Já. Ígor Maric, það er örugglega ekki mikið tíma til að koma sér inn í systemi hjá Finn. Nei, ekki frekar en aðrir, sko. Nei. En Ígor er besta skytta á Íslandi. Þannig að... Já, eftir Egor, Kulusevich. Sá átti leikum til Tindastóls. Sá getur skotið á meiri ferð heldur en Ígor Maric í dag. Gunnar, hann var tekinn yfir Ígor Maric í þetta Keflavíkurlið. Já, hann er miklu betri leikmaður. Hann er betri skytta í dag. Og Ígor Maric er hvað, 78 ára? Kannski ef að Ígor Maric myndi bara þurfa að standa kjur og skjóta. Já. En hinn getur Ígor Maric er samt maður sem getur sko stíginn ást út af vellinum með mann í andlitan á sér, hlaupandi á sig og hann getur skotið. Ekki lengur. Hann gat það. Okay. Þá er þetta fókusinn búin á þjálfun hjá 7. og 8. flokki í Keflavík. En ég ætla samt að sko að segja með valsliðið sko að ég fór þarna í
í bónus extra eins og þið vitið það þegar þið væntanlega horfið á þennan Já, eins og frægt var. og þá vorum við svona eitthvað svona að renna í gegnum nokkra leiki sko. Já. Það alveg var smá sjokk þegar það poppaði upp Valur Þorlákshöfn framlenging 73-66 framlengingi bara klár. Ég bara, hvað er í gangi þetta, skilur við? Og Valsar einhverju leyti örugglega bara heppnir yfir skotnýtingu Þórsara því að Þórsara hafa alveg sýnt það að þeir geta skotið bara langt yfir 40% þristum. Já, en var þetta ekki svona Valur að fara aftur í gamla fasið? Af því að við vorum búin að tala um að í byrjun tímabils að þeir væri svo leiðilegir og eitthvað. Svo kom þarna nokkru leikir í röð, ég bara, þeir eru bestir. Þú veist, skemmtilegur leikur með Tindastól, þú veist, fóru yfir 100 stig þar og eitthvað. Svo eru þeir komnir aftur og, þú veist, 65-65 þegar liðin fara í framlíkingu. Stundum langar mér ótrúlega mikið að vera með myndefni hérna og sýna einhverja klippur. Kannski þegar ég næ réttinum af sín yfir í rönnum. En hérna, það koma stundum sóknir í Val. Það sem að boltinn gengur og Kári brýtur niður vörnina, aukasending og bara svona wow, vel gert. Það er svona 1 af 10. Oftast er þetta bara algjört helvitis þjöst og þetta er síðasti leikurinn alltaf þegar það skiptiborður í gangi. Þetta er síðasti leikurinn sem nenni að fylgjast með hvað þeir eru að gera. Þeir eru langar sóknir þar sem að fyrir utan Kára eftir skrín kemst enginn fram hjá mannunum sínum. Mér finnst þetta líka aldrei halda sér hendur við framistur Eikóks og hvort þið vinnið ekki. Mér finnst í þeim leikjum sem þeir eru að spila best, þá er Eikóks verið að spila í gamla Eikóks fasinu sínum. Sáuði transition-vörninni á Þór? Hvað fekk Eikóks margar opna tróðslur? Ég bara veltaði fyrir mig, hvað var þetta einhver handboltavörn þegar voru að, þú veist, hvað fekk hann oft opið lein þar sem Dabbi Kókur stóð undir kvöruna og var bara eitthvað búinn að hrinda honum út af. Pælið samt í einu, ef þú ert með valsliðið. Tökum Kára út fyrir. Hann svona kemst fram hjá mörgum allavega. Svo kemur Lazar frændi ykkar. Þreytist ekki að minna hlustendur á að Steinari Arons finnst hann frábær. Svo kemur Callum Lawson, Kristoffer Eikóks, Hjálmar, Búker. Það kemst enginn fram hjá manni. Nei. Keeson Woods, þetta er allt leikmenn sem skorur svona í gegnum menn. Woods líka svona nöstlar menn, fattar öxlina undan og alveg góður í því, sko. Woods og Callum svona svipar að því liti, sko. Það er engin, ef við færum í svona 1-á-1 keppni, þar sem að þjálfarinn rúlar boltanum í leikmenn, fyrir auðvitað Kára kæmist enginn fram hjá neina. Mér finnst líka bara Callum hafði þetta post-up sitt sem var bara mjög erfitt að eiga við. Mér finnst það eiginlega farið úr leiknum hans. Já. Það þegar að pumpa eitthvað 10 sinum og reyna að segja villu. Já. Sem virkar bara helviti vel í Tindastól og Val. Það er eiginlega bara sko, það er eiginlega bara ótrúlegt hvað þeir eru samt sko alveg segir að vinna leiki þegar maður svona pælir í því að það er enginn sem getur brotið niður vörn. Bara, þú veist, þeir getur bara lent í skiptivörn og þú veist, og hvað? Frank Búkar að fara á flestu fjarka eða Ég held samt einhvern veginn þetta lið þegar þetta kom inn í play-offs og vill ekkert lið lenda til Val í seríu. Bara með alla yfir 2 metra nema, Kára Jónsson, geta sett saman varnarleik og svo getur Kári hitt að leikja sem hann getur skorað 25 stig, eða 25-30. Sko ég skil hvað þú meinar, en á sama tíma er enginn sem er einhvern veginn bara eitthvað svona oh my god, við megum ekki fá Val. Nei. Það nennir enginn að fara í síkið og út í völl eitthvað í seríu og það vill enginn fá þetta stjörnuleið í andlitið. Væri samt ekki, ef þú ættir að velja milli Vals, Stjörnunar og Tindastóls, hvaða lið myndir þú velja núna? Myndir ekki velja Stólana eða? Ég myndi alltaf frekar velja Val. Eru þeir ekki brothættari Stólarnir? Förum bara yfir í fyrsta umræðefnið núna, sem er Tindastól. Og ég er með margar pælingar út frá þessum Tindastólsliði sem að mig langar að ræða. Það verður bæði við svona 3 tíma þáttur í dag. Sko, út frá bara stjörnu pælingunum mínum. Mér finnst Stjarnan bara langbestir í dag. Bara með langbestu leikmennina og allir einhvern veginn á þannig aldri og í þannig formi að þeir eru bara í præminu sínu. Þú getur sagt að Ægir sé hann gamall, hann er samt í præminu sínu. Ok. Svo horfi ég á þetta Tindastólsliðið á móti Keflavík og ég missi bara lífsviljan, sko. Hvernig, þetta var svona liðið sem að maður hélt að ætlaði að keppa við þá? Ég hélt bara ekkert að ég myndi að breyka í stólinn einhverju leyti á þessu tímabili, sko. En mér fannst það ekki fyrir tímabil, sko. Mér finnst þessi hópur alveg
góður. Þeir eru bestir örugglega favorites fyrir mér fyrir tímabil, en þeir voru ekkert svona ósigrandi, fannst mér. Nei. Mér finnst þeir með betri leikmannahóp. Mér finnst bara verst við þetta lið hvernig Ívan og Drúgilas einhvern veginn geta ekkert spilað saman, sko. Nei. Það er einhvern veginn alltaf eitt útlendingagildi þarna sem að getur ekki á gólfinu. Sko, ég með svona nokkur take og ég náttúrulega bara mjög upptekinn af þessu, svona þessari spurningu. Af hverju? Þetta minnir mig svo mikið á einhvern veginn stjörnutíman hjá Arnari Guðjóns. Þar sem að Addu var ennþá í einhverju hlutverki með þrusuliði samt og Júlíus Orri einhvern veginn líka. Af hverju hver pælingin? Af hverju á Júlíus Orri að gera svona mikið í svona gjörsamlega stacked liði? Já. Það kemur einhver leið samt inn á það, eins og segir bara Drúgilas og Ívan get ekki spila saman á vellinum. Þannig að alltaf eitthvað í Pétur Rúnar og Júlíus Orri bara sjálfkrafa fari fleiri mínútur. Hann vill alltaf hafa 2 bólhandlar inn á. Og hann hefur alltaf verið mjög hrifinn af Júlíusi. Ég meina, þið munið alveg því þegar hann var í Stjörnunni, hann var alltaf í byrjunarliðinu. Og ég meina, það lið komst ekki í playoffs eitt. Nei, Júlíus Orri er góður leikmaður, en hann var auðvitað góður í hlutverkinu sem hann var í Stjörnunni. Frábæri því. Sem að hann kom að bekknum, hann auðvitað vinnur að lokum titilinn fyrir Stjörnuna. Já. En ég svona var að velta þessu fyrir mér í gær, sko. Og ég skoðaði bara á alls konar tölfræði þetta og eitthvað. Þeir eru nánast efstir í svona flestum, eða svona top 3 í mörgum tölfræðiþáttum. Stólarnir. Já. En Það skekkir náttúrulega rosalega að leikirnir sem þeir eru að vinna, þeir gjörsamlega tortíma þeim, skilur. Já. Þú veist, það bara... Já. Niðurlega bara Njarðvík. Já, og bara til hamingju með það, skilur. Já. En þeir eru að tapa allaveg bara eitthvað, næst flestu boltum í deildinni bara, eru með 14 tapaða bolt í leik. Spila miklu tempói náttúrulega. Já, ég gera það og það helst náttúrulega í hendur, en ég ætla að leiða að klára. Íslensku leikmennir í þessu liði eru ekki að gera neitt fyrir þetta lið. Þú veist, Sigtryggur Arnar, ætli þetta sé ekki versta tímabilið hans í, ég veit að hann er með 14 stig í leik, en ættestið og það sem ég séð á honum, og þegar hann er að koma að bekknum einhvern veginn, og það virkar ekki neitt, hann gat ekkert á móti Keflavík, sko. Ég hef ekki líka tekið eftir. Sigtryggur var alltaf lagið um til Keflavík reyndar. Mér fannst það ekki góður. Hann svona gaf þeim vonar glæt. Ok, hann kom með hann skot í 4 leikluta og eitthvað. En Sigtryggur Arnar er samt betri í körfubolta heldur en bæði Davíð Skeggs og Júlíus Orri. Já, mér finnst Sigtryggur Arnar... Af hverju byrja báðir þessi gæjar á undan hún? Hver er pælingin? Ég er bara forvitinn. Ég held bara þetta villta element, ég held að Arnar sé svolítið niður njörfaður svona Excel-skjáls þjálfari. Ég held að pælingi sé, sko, því að þeir eru náttúrulega í 2 keppnum og hann vill rótera mikið. Hann vill ekki koma á bekkinn og þá er hann með, skilur, 4 lögustu leikmenn að koma inn á alla sama tíma. Ég held að það sé svona pælingin örugglega bak við þetta. Þú veist, ég myndi, er ekki Davíð Skeggs bara svona frábær koma á bekkleikmaður? Ég er enda sammála því. Og auðvitað á Sigtryggur að byrja. Getur sprengt upp leiki. Ég meina, og þú segir að hann sé, þú veist, niður njörfaður og eitthvað svona þjálfari. Ég meina, það sem að, þú veist, mér finnst þeir bara vera farnir að spila bara, þeir eru eins og dýrt Pétur Ingvarslið í Breiðablik, sko. Já. Bara dýri leikmenn í Péturs Ingvarsbolta. Þeir bara hlaupa upp og niður, skjóta bara ógeðslega mörgum þristum og svo bara annarkvort vinna þeir að tapa. Já, ég held bara þetta með eins og Sigtrygg að hann skuli ekki vera að byrja fleiri leiki. Ég veit, þú veist, Evrópuálag, ok, flott, þú veist, þið spilum við Gimle í Noregi og þú veist, Drúgilas spila 80 mínútur. Er það eitthvað svaka álag eða? Kannski ekki. Ég meina, á móti eru þeir búin að fá náttúrulega, á móti eru þeir náttúrulega búin að fá 3 leiki í bikar sem að þeir sem ég þurfti bara að mæta í, skilur við. Þú veist, þeir eru bara búin að fá fyrstdeildarlið. Barnið spilar 37 mínútur á móti Snæfell. Svo náttúrulega er Keflavík mánudagur, Stjarnan núna á 50. föstudag, man ekki hvort það er. Föstudaginn, samtíma handbolta undanúrslit. Já, svo náttúrulega Vísbikarinn á þriðjudeginum og svo er úrslit ef þau komast þangað á laugardeginum. Já, ég meina, ég held bara íslenski kjarninn er það sem Tindastóll, þú veist, að Sigtryggur Arnar sé góður, finnst mér mikilvægasta faktorinn í að þeir fari langt í play-offs. Það hefur alltaf verið þannig. Það hefur alltaf verið þannig. Hann er bara play-offs sprengja. Já, og ef það er ekki þannig í ár, akkur ættu þeir að vera að fara eitthvað langt? Mér fannst bara mest ágefn úr þessu Keflavíkurleik, ekkert endilega spilum ekki að þú getur alveg tapað til Keflavík, en alltaf þegar Tindastóll tóku þessi áhlaup sín og ætluðu að gera einhverja allavega komast inn í leikinn, þá réðust bara Keflavík á Basíl, varnarlega. Bara hlupu bara eitthvað flex action, Basíl gat ekki elt yfir skrín og fengur bara galopið upp.
En svo er sko hitt, sem að ég einhvern veginn bara finnst mér alltaf lítið talað sko, bara að því að hann hefur bara verið einn af mínum uppáhaldsleikmönnum og ég veit að hann er mjög vinsæll á Sauðárkrók, þú veist, Drungilas. Já. Hann var bara, hann lenti bara í Mirza, Búlits hrærivélinni eða sko. Hann nefndi ekki einu sinni að rífa kjaft. Nei. Er það farið bara? Það er eins og Drungilas sé orðin einhver helvitis ríkistarsmaður sko. Svo er þetta náttúrulega þannig, allir tala hann er bara út á sjóu sumrin, út á 36 ára, 2-0 leikmaður, og þarft að halda eitthvað við þig yfir sumartíman. Getur bara ekki mætt inn í tímabil, skilur, og bara búist við því að mæta þessi sami leikmaður. Ég meina, það er samt ekki eins og sé bara eitthvað trúður að mæta inn á fyrir hann, sko. Þetta er Ragnar eða Ívan sem er landsliðsmaður og svo Ívan. Búlits bara áttina leik fannst mér einhverju tímpúti. Búlits er búinn að vera, hann átti hörmulegan leik hann á móti, hvað var það? Það var á móti IR, minni mig held ég, og svo hann þessi seinasta leikur sem töpuðu fyrir stóluleikin sem var, ég man ekki nákvæmlega hvaða leikur það var, en hann var allavega ömurlegur. Og er búinn að vera búljaður að svona stærri og þyngri mönnum. Ég fíla Búlits, ég er kannski einn það, en ég finnst hann gott fitt inn í þetta Keflavíkurlið. Já, ég finnst aðrir leikmenn í þessu Keflavíkurlið hins vegar þurfa að mæta til leiks, bara svo Jaka Brodni, hvað er hann búinn að vera bara? Já, hann skorar bara alltaf sín 7 stig og, þú veist. Ég er bara einhvern veginn, ég veit ekki af hverju, en þú veist, bara Drungilas er svona farin að minna mig á svona þegar hann var að spila fyrir Króatan, sko. Já. Þegar hann bara orðið bara nefndis ekki, sko. Latar hann. Það er bara svo sama svona ára yfir honum, skilur. Bara, það var hann eitt moment þar sem að hann eitthvað reynir eitthvað að posta upp og þinn maður missa, hvort er það Búlits eða Bílits? Búlits. Missa Búlits, eitthvað svona kemur mannstu of seint og svona neglir í boltan og svo eitthvað svona æsir hann sig og geltir á hann og hann bara og Drungilas bara eitthvað svona horfur á eitthvað dómara og bara svona fer svo blikar og öðru vítinu. Hvað er rólbóinn? Þetta er ekki gæðin sem að manni fannst bara mætti að rífa nýtt raskat á Milka bara ár eftir ár. Sko. Sem að mætti, sem að fór bara hnekla vöðunum bara í ótaleiknum. Já, og enginn bakkari vildi fara nokkuð tíma að ringi þegar hann var þarna undir. Sko. Nei, það er alveg rétt. Eru þið bara býðið til, er hann til dæmis, bara á Badmus var sveipaður í þessum leik, hann var bara glataður í þessum leik. Eru þið bara eitthvað býðið eftir í bara, þú veist eitthvað, bikarúrslit og trekkjum ykkur gang? Þetta er bara ekki gamla KR bara dæmið? Jú, mögulega sko. En ég meina, hvað, er ykkur innistæða fyrir því? Þeir hafa náttúrulega verið í úrslitum bara frá því að hvaða balli fer til Úlfum. Arnar Guðjóns hefur ekkert farið í... Drungilas alltaf. En Arnar Guðjóns, hann var fróðufellandi og öskrandi allan leikinn. Já, og ég heyrði hvert einasta kerfi og varnarafbrigði sem að Tindastóll ætlaði að exekjúta því að Arnar kallaði það mjög hátt í myndavélina í hvert einasta sinn. Og hann er alveg ónýtt, sko. Já. En leikmennir verða að fylgja. Svo er það líka þannig að þú spilar, eins og þú varst að tala um þetta, Pétur Ingvars afbrigði, skilur spila hratt, spila með mikill ákefði vörn. Það þurfa leikmennir líka að mæta til leiks með viss orkustígi. Annars lendur þú bara á alvöru vegg. Geta þær keppt í Stjörnuna eins og staðan er í dag? Bara bæði liði haldast heil. Segjum að þið mætist í bikarúrslitum. Stjarnan er náttúrulega miklu betra stað núna, finnst mér. Ég held samt að þeir eiginlega geta... Þetta geta ég keppt við á, en Stjarnan er með langbesta lið á Íslandi í dag. Það er bara ekki svo umræð. Gunnar, ég ætla ekki að tala við þig, því þú ert þjálfari, þú mátt ekki tala um veðmál. Bara inn á EpicBet, Vís bikar sigurvegari. 2,25 Tindastóll, 3,5 Stjarnan. Já, ég myndi segja... Er það ekki bara Stjarnan allar leiðir? Er það ekki bara út af undanúrslita matchuppinu? Keflavík Stjarnan? Stjarnan lendi aftur í einhverjum leikálsögu fyrra? Ég held að þetta sé bara, þeir eru ofærið, þetta er bara átoma, ég held að þetta sé bara Tindastóll eru ofærið deildinni og... Mér finnst þetta mjög gott valjú og ég myndi alveg hoppa á þetta. Er ekki Stjarnan langlíklegast þess að vinna þetta bikar? Auðvitað. Það ekki? Jú. Og það bara svona leiðir mig þá inn í bara stjörnumræðina út frá Tindastóls áhyggjum okkar. Já, samt ekki misskilja mig sko, Tindastóll er þá mjög góðir, en ég ætla að umorða þetta. Tindastóll eru ennþá með mjög góða leik. Já. Þeir eiga að vera mjög góðir. Þeir eiga að vera bara topp 2. Já, þeir eru... Þeir eru topp 2. Já, þeir eru það. Mér finnst þeir mjög góðir. Þeir eru nær því samt núna að keppa við Grindavík,
Keflavík, Val. Já. Er Stjarnan bara í sérflokki? Já. En já, klárlega og ég held að... Akkurat í dag, já. Ég held að, ég held að Sauðkræklingum finnist bara leiðilegt hvað það er ekki búið að svona kveikja, þegar Sigtryggur Arnar kveikir í síkinu, ég held að það sé ekkert meira sem kveikir í Sauðárkróki eins og það, sko. Heyrðu, 3 bestu Íslendingarnir í Stjörnunni. Já. Ægir, Hilmar Hennings og Orri. Ok. Myndirðu skipta einhverjum af þessum út fyrir einhvern í Tindastól? Einhvern íslenskar leikmann í Tindastól? Nei, bara ekki spurning að ég myndi... Það er ekki einu svona samtal. Nei, það er ekki svarvert. Nei. Ok. Eru þessi 3 leikmenn, væru þeir allir besti íslenski leikmenn í öllum liðum? Það væri hægt að hafa umræðu með Kára Jóns eins og staðan núna. Það er svona eina sem ég get hugsað. Það væri hægt að taka umræðuna með Kára og umræðuna með... Hauk Helga. Nei, ekki í dag. Jó, ok. Ég meina... Ekki staðan fyrir Orra kannski. Orra. En væru þeir ekki allir 100% næst besti leikmann í öllum liðunum? Jú, bara... Það lítur krafan bara að vera. Og svo er þið með 4 góða útlendinga ofan af það. Já. Ég átti að tala skilur að Janis, Luka og Seth eru allir 3 betri en útlendingar voru fyrra í Stjörnunni. Já. Svo... Já, þetta er bara eins og þú sagðir, ég meina, ég skipti bara út Júlíus Orra og Kristjáni Fannari og einhverju gaurum og fengu bara Janis Akravans og Luka Kassic, sko. Já. En auðvitað dettur þetta Hilmar Hennings svolítið í hendurnar á þeim. Þeir eru búnir að læna upp liðið til að geta keppt titla og svo allt í einu bara kemur hann heim og þeir eru bara í þannig aðstöðu að þeir, flest öll lið, ekki kannski öll, ekki kannski ríkustu liðin, en flest öll myndi mögulega lendi því að einn dýrasti leikmaður deildarinnar kemur heim, þá þarftu kannski að losa einn á móti, sko. Já. Það er rétt. En þeir eru að gamla. Þeir ætla bara að bæta nú við. Og það er að virka eins og staðan núna. Ég ætla bara að vinda mér þá bara í Power Rank bestu íslensku leikmennirnir. Já. 10 bestu leikmennirnir í deildinni í dag og við ætlum að taka þessu umræðu bara. Og ég ætla að setja Ægir, Hilmar, Kári, Orri topp 4. Hvað sagðirðu? Ægir? Ægir, Hilmar Hennings, Kári Jónsson, Orri Gunnarsson, þetta eru topp 4. Okay. Ertu að taka þetta á þessu tímabili eða eitthvað legacy líka? Ekki bara núna? Ekkert legacy, þetta er bara akkurat í dag. Okay. Og það er ekki að koma Hauk á topp 4? Nei, ég meina Haukur verður þá bara nummer 1. Þetta er bara akkurat í dag, þetta er ekkert eitthvað svoleiðis. Okay. Þetta er bara Power Rank, þetta er meira að segja bara svona síðustu 4-5 leikir, sko. Okay. Ég ætla að láta Tóta Turbo í 5. sæti. Hann er búinn að vera mjög góður upp á síðkastið. Okay. Svo koma Eikoks og Haukur Helgi. Ég væri til að taka einu umræðu, Hilmar Pétursson. Nei, sko, Þetta er í 10. sæti. það er náttúrulega bara, Haukur Helgi á að vera þarna og... Já, hann er þarna. Hann er þarna, en... Þú myndir vilja setja hann upp fyrir hvað? Kristó? Já, og ég myndi vilja taka út Kristó og setja Búker. Er Kristófer Eikoks ekki topp 10 leikmaður bara? Jú, ég er að segja, ég myndi setja Búker undan honum. Ég myndi setja Búker í staðinn fyrir Eikoks. Ef við erum að tala um bara þetta tímabil. Er ekki sammála því? Ég finnst bara í þessu Keflavíkurliði, ef þú horfir bara á Tindásleiki til dæmis, þá hverskið sem að Hilmar Pétursson boltan, það gerir svo gott. Mér finnst það bara allt annað leikmaður heldur en hann er fyrra. Og hann forsar ekki hlutunum, hann er alltaf að skjóta á góðri nýtingu. Já, hann er búinn að vera geggjaður á þessu tímabili. Þeir eru búin að nefna núna Hilmar Pétursson sem ég setti þarna og Frank Búker var í 11. sæti. Þannig að ég er svona forvitin sko. Bragi Guðmunds er stigahæsti íslenski leikmaður, þeir eru búin að vinna 2 í röð. Já, ef þú ert að tala um síðustu 3-4 leiki, þá er Bragi Guðmundsson bara topp 6 leikmaður á þessum Power Rank lista. Ég setti Braga í 8. sæti, hann er líka stigahæsti íslendingur deildarinnar. Já, þú veist, ok. Látum við hann ekki á topp 10 listan? Ég var með hann, ef þú ert að tala um síðustu 3-4 leiki, sem hann er búin að pakka Keflavík saman og Val, myndi ég setja Nóvar. Já, það er náttúrulega fer eftir hvernig við erum að ranka þetta. Já. Ég meina eins og Siggi P er miklu betri leikmaður finnst mér, en ég myndi frekar taka hann í liðið mitt, en Bragi er auðvitað að spila fyrir Ármann og er búinn að vinna senast 2 leiki með þeim. Þeir eru saman með 4 útlendingaígildi. Já, en þú veist, ég er að segja bara, ef við erum að taka það bara, þá er Bragi náttúrulega bara að vera topp 3, sko. Já. Er Sigtryggur Arnar ennþá á þessum lista? Nei. Þú ættir að Búker inn fyrir hann? Nákvæmlega þessu staðinn núna. Ég setja Búker frekar. Já,
Ef við værum að ranka þetta bara, þú veist, leikmenn, þá væri hérna Sigtryggur inn á þessu lista bara fyrir það sem hann hefur gert. Svona 11, 12, 13 eru Sigtryggur Arnar, Veigar, Siggi P. Ok, sko, Siggi P er náttúrulega undan Veigar. Já, sett hann undan, skiptir ekki máli. Já, ok. Þetta eru svona þeir sem að komast ekki á topp. Er ekki Friðrik Anton einhvern veginn með tölfrælina hans er rosalega lúmsk með þetta tímabil. Hann er með 12 stig á 23 mínútum, er að skjóta 62% tvistum og 52% þristum. Náttúrulega sjúk skitta, sko. Já. Svo koma svona leikmenn, já, Óli Óla og Arnór og eitthvað svona, en þeir komast ekki inn á topp 10, skilur. Nei. Ok, já. Bara... Eru þið svona sirka sammála þessu? Já, ég myndi setja Hilmar aðeins hærra en annars er ég sammála þessu. Hilmar Péturs? Já. Setja hann upp fyrir Kristoffer Eikóks, Hauk Helga, Frank Búker. Já. Liði í fjórðasæti. Keflavík samt alveg búnir að vera í brasi, sko, líka inn á milli. Samt, bara í topp 5, bara í ágætu ástandi. Örugglega nálægt Einbyrðis og Tindastóll og Hilmar Pétursson, bara búin að langbest Íslendingurinn í þessu liði. Já, mér finnst Siggi P bara mjög góða núna, undanfarið. Hann þarf nú að gera aðeins meira til þess að komast þarna. Já, mér fannst hann, já, ok. Mér hefur fundist hann vera... Ég er alls saman. Sko, hann fer meira bara á minn lista, bara drullast við inn á þennan lista, sko. Já. Fattarðu mig? Já, þú ert að gera, þú veist... Það eru bara aðrar kröfur á Sigurð Pétursson heldur en með fullirvinningu Styrmi Jónasson, skilur. Já. Sem að bara svona, þegar Styrmir skorar 16 stig frá Akranes, það er bara... Já, það var sturla vel gert, skilur. Já, það er alveg rétt. En Þorvaldur Orri, Siggi Péturs, þú veist, maður er bara með aðra væntingar, skilur. Er Þorvaldur Orri samt bara einu sinni bara nálægt að vera henni á þessu lista? Nei. Eins og er á tímabili? Alls ekki. Nei, ég veit ekki alveg... Hann er aðeins gána upp á síkasti en hann er ekki nálægt þessum lista. Ég var að spá einmitt í þessum Grindavíkurleik þegar allir voru having a laugh. Já. Hann var samt einhvern veginn bara svona endaði með einhver 6 stig og þeir fóru mikið open floor og hann náði samt einhvern veginn ekki að nýtast þeirra. Tróða sexinum, skilurðu. Það er bara svona, ég veit ekki. Hann var frábær í Njarðvík þarna þegar Benni Gummi var þar. Ég væri bara til að sjá hann kannski bara í einhverju öðru umhverfi. Honum hlýtur að fara, sko ef honum fer ekki að líða betur núna, það gengur vel og eitthvað, þá aldrei, sko. Því maður hefur mikla trú á þessu leikmanni, sko. Og nú er talað að KR sé að bæta við einhverjum 204 cm gaur. Já, þeir eru að bæta við einhverjum serpa. Þannig að, þú veist, er hann þá, mínútur þá að fara að minnka? Já, ég meina mínúturnar minnka einhvers staðar að bara... Er ekki Frikki að fara... Jú, en... Þetta er mjög áhugavert af því að ég fekk hérna frábæra KR-inga til mín í bara ágúst. Já. Og þá voru þeir konum með Nýliða Kanna og Linnards og Alexa og eitthvað svona. Það var svona mikið talað þú veist, byggja þetta á KR-ingum og útlendinga ígildinröðun og stór og mikilvæg í deildinni. Herru, við erum að fara að vakna 31. janúar, 37 stiga Lars Erik Bragason. Hann er í 1 mínútu eða eitthvað á móti Grindavík. Við erum að tala bara um að þetta verði eins og ég sagði þeim að þeir ættu að gera þetta. 4 útlendingar, Tóti Turbo og Þorvaldur Orri. Það er bara raunveruleikinn í íslensku körfubolta. Já, en akkur, ég bara skil ekki akkur Lars fær ekki að spila meira. Hvenær hefur hann hefur aldrei spilað illa fyrir KR, sko. Hann var geggjaður á móti Þorlákshöfn þegar það er rétt mörðu þá. Og bara svona nánast, þú veist, hann var bara gæfu munun að þeir fóru framlíkingu, sko. Satt að segja, eins og staðinu núna, hann myndi ég, ef maður er að pæla út frá frammistöðum, held ég að Lars geti gefið betur frammistöður en Þorvaldur Orri. Ef ég myndi taka við einhverju svona fyndnu liði á næsta ári, sem er í úrvalsdeild samt, þá myndi ég bara svona, ég myndi liggja í að sæna hann sem bara byrjunar fjarkan. Já, hann er bara... Ef að þið slysist upp með blikana, bara money on the table, fá Larsen í fjarkan. Já, hann er þetta alveg KR-ingur, en já. Hann þarf að fá mínútu þá. Alvöru KR-ingar fóru líka hingað og þangað. Dari Hilmarsson fór í Hveragerði og Þorlákshöfn. Vilhjálmur Kári? Já, Vilhjálmur Kári. Það er bara, stundum þurfa menn bara að fara og koma stórir tilbaka, sko. Já, ég er á... Þorvaldur Orri. Þorvaldur Orri. Já, en hann kom aftur og gæti ekki neitt. Nei, en hann ætlaði að gera. Já, hann ætlaði. En svona, stoppum aðeins á þessu KR-liði áður en að við förum í umferðina sem er framundan. Hvað, geta þeir unnið bikarinn? Ég held það.
Ég hef sagt það, ég held að þetta sé liðið neðri helming deildarinnar sem ekkert lið vill lenda á móti í play-offs. Bara sóknar talent í þessu liði og mér finnst það vera skýrasta identityð af flestu liðum í deildinni. Þeir vita nákvæmlega hvað er að leita á sóknara. Skiptir ekki máli hvort sé post-up, varna, hvað sem er í vörð, þá er eitthvað prinsip til staðar sem þeir að halda sig við. Og ég held bara að þeir bæta við góðum útlending núna, þá er þetta ekkert auðvitað leikur fyrir hvaða lið sem er. Já, þetta er svona ungara þjálfararung, sko. Ég held að, sko, jú, þeir eru fínir en þeir eru alveg eftir að sýna okkur eitthvað, þú veist, Tóti Turbo síðan hann var góðtúkæði hefur ekkert gert á Íslandi, sko. En þú ert komið með Lemanis, þú ert komið með KG Doucet sem er að skora 25 stig í leik. Ég býð eftir, ég trúi þeim ekki ennþá. Svo ert að sækja Serbas og ætlar að skila einhverju. Já, ég held að Serbinn hróflar svo bara við þessu og getur ekki raskat og, þú veist. En hvað er hann skila 20 stigum í leik? Já, þá er það annar mál. Trúir þú að KR séu bara orðið geggjar og vil lengi mæta þeim með? Þeir voru að vinna Grindavík með 30. Sko ég náttúrulega hafði einhvern veginn bara enga trú á þessu öllu saman, bara lengi vel. Og mér finnst þessi nýji gæi einhvern veginn það komin eitthvað ég held að það sé alveg rétt hjá þér að Jakob hefur alltaf verið með einhver prinsip og þetta er alveg flott á þjálfarafundi og flott á vídeofundi og í walkthrough svo mæta þeir og eru bara allir fucking ömulegur og Júkovic var bara eitthvað að dribla í löppin á sér og kikka honum í hnéð á einhverjum út í horni. En núna eru þeir, þú veist, komnir með einhvern sem stjórnar þessu svolítið. Það er svo að segja, þetta er ekki lengur bara í höndunum að Tóta bóka til. Þú komið Lemani sem er 40% skytta. En mér finnst bara komin ró með þessum gæi. Hann tekur bara oft, rétta ákvörðun og ef að vörnin gerir einhver mistök, þá þú veist, getur hann refsa fyrir það sem að frændans gat ekki, skilur við mig. Tegir líka bara vel á vellinum. Já, mér finnst KR miklu meira spennandi en þeir voru og mér finnst Lemanis mjög góða leikmaður en þeir eru aldrei að fara að vinna bikarinn. Eru þeir aldrei að fara að vinna Tindastól? Þetta er samt bara 2 leikir. Þeir vinna ekki Tindastól eða Stjörnuna. Þú veist, það er ekki... Þeir eru alltaf fát. Þeir vinna alltaf alls ekki Stjörnuna. En þið gætu þeir ekki alveg unnið Tindastól í undanúrslitunum? Mati, hvað er stöðullið fyrir vinn með Gunnar ef KR vinnur bikarinn? 7. 7? Ég fekk frekar 3.50 á Stjörnuna, sko. Ég er alveg sammálaður. Ég held að þeir vinni ekki Stjörnuna í úrslitaleik. Ekki séns. En ég held að þeir geti unnið undanúrslitaleikinn. Eins og í fyrra. Mætt stórir með eitthvað pepp, klárað sig. Já. En svo drulluður í fænalnum, sko. Það er eitthvað leiðilega leik sem ég hef hort á. Ég fór á leikinn og ég fór nánast í hálfleik. Ég verði á Old Trafford. Ég fekk ekki að fara í dælun uppi á Mikka, þannig að þetta var alveg umhverfið ferð. Ég verði á Old Trafford þegar bikarúrslitin eru. Ég er að fara að vera á einhverjum hvaða leik er þetta? Að streyma þessu. Verða með rúfleikinn í appinu. Já, hvaða leik er þetta að fara á? United Tottenham. Já, ok. Já. Eins og ég segi, þá held ég að ætli þetta verði ekki bara Stjarnan Tindastóll í úrslitum. Mér finnst KR og Keflavík geta alveg staðið í þessum liðum. Ég sé ekki alveg Keflavík mæta. Fáum bara ekki hundlegan úrslitaleik Keflavík KR. Hvenær eru undanúrslitaleikirnir? Á þriðjudaginn. Já. Á þriðjudegi? Af hverju þarf að líða fucking vika þangað til úrslitaleikirnir eru? Á laugardegi? Já. Það þarf víst að pæla yngri flokkunum. Ég segi alltaf, fuck them yngri flokkar. Ég er sammála. Þú ætlaði samt að vera Íslandsmeistari í 12 ungmenna og svo... Og síðan þá labba ég og segi, fuck those guys. Já. En það er eins og það er, þeir fá hvort ekki að spila. Það eru 4 útlendingar og 1 Jakob Rodninggi á öllum liðum og svo 1 gamall haltur Íslendingur. Og svo er Lars Breytimyndu. Herri, ég var að skoða U18 daginn. Já. Ég þekkti Jakob Leifs. Já. Ég þekkti Benoni úr KR. Svo þekkti ég bara engin önnur nöfn. Þetta er rosalegt. Við erum bara komnir þangað með úrvalsdeildina að 18 ára gæjarnir er ekki í hóp. Að tala ekki einu sinni í fyrstu deild. Að tala einhverju leyti að það bara fara að breyta þessum útlíkareglum alla í fyrstu deild. Þannig að það verður einhvers konar þróunardeild. Þetta var bara svona, það voru einhverja gæjar þarna úr einhverjum liðum sem að sjá ekki einu sinni gólfið í Selfoss, fattar mig. Það er spes. Ég man bara eftir þetta, það er ekkert mörg ár síðan að U18 var alveg bara fullt af gaurum sem voru alveg svona eitthvað aðeins að hreyfa nálina í Dúi og Styrmir og... Já.
Það er líka bara með hverju árum sem við liðið, þá er einhvern veginn, verður þetta meira atvinnumannadeild. Deildin einhvern veginn að vera betri á hverju árum sem við liðið, finnst mér. Já. Meiri gæði, meira fjármagn. En á einhverju tímapunkti verður þetta ósjálfbært. Þetta er ósjálfbært fyrir einhver lið, það er bara Myndi ég nú halda. Að það muni gerast, þú veist, einhvern tímann. Ég vil ekki hljóma eins og ég hafi farið á ómörg námskeið á Gunnar Birgis, en þú veist, það mun samt vera þannig að þetta verður ósjálfbært og við þurfum að fara að gera einhverja breytingar á þessum reglum. Það var, það verður komið þreyti í þetta. Ég held að það verði einhver breyting gerð á veit ég hvernig næsta þing er, mér er alls sama. Mér finnst bara að stjórnarmenn og formenn ættu bara að geta haldið sig innan einhvers ramma fyrir tímabil og staðið við það. Nei, það er samt, þú veist, þetta er bara eins og vígbúnaðarkapphlaupi, sko. Þú veist, leið og þegar Stjarnan fekk Hilmar og þú veist, þeir eru með sína 4 útlendinga líka, þá fara bara allir, fara á WhatsApp og fara strax að leita, sko. Hringi Justin James. Til dæmis, þú veist, auðvitað hringir maður í Justin James. Og hringja í Parko. Já, hringi Parko. Hringi Remi Martin. Þannig að það verður að vera rammi, finnst mér. Ég held að liðin geta ekki En það er alltaf verið að tala um þetta og svo hefur deildin aldrei verið nálægt í að kosta jafn mikið og núna. Aldrei. Nei. Það eru liðið 5., 7., 7. sæti í rekordspending í singuleikmenn og heildarliðið sitt. Já. Og liðin sem eru í fallbaráttu Öll með 4 útlendinga. eru bara með 4 útlendinga og sumir alveg bara ég það veit ég að Sarko Júkic er ekki dýr eða eitthvað en þú veist, Akranes er bara með þeir eru alveg með útlendinga. góð útlendinga. Það er bara 2 ár frá því að Breiðablik féll sko bara með Keith Jordan og Soran voru ekki í seinna sæti í deildinni. Já. Sem með 2 útlendinga í gildi. Já, mikið breyst síðan þá einhvern veginn. Ég held að, já. En það er gaman að botliðin séu fann að geta eitthvað. Já. Og það er bara vonandi að það haldi einhvern veginn aðeins lengur áfram. Ég veit ekki alveg, þú veist, hvort að hversu bjartitt maður á að vera fyrir þeirra hönd, sko, hvenær ætlar Skaginn að svona, þú veist, þeir eru búin að reyna endalaust, skilur. Og maður heyrir þeirra er að halda sér uppi að sést bara langa leiðir. En stóri gæinn, Goico, Já, ef hann kemur ekki. ef það er í alvörunni 5 vikur í hann í viðbót, Já, það er ekkert að gerast. það verður bara of seint þegar hann kemur aftur. Ég get bara sagt ykkur að Bafut og meira lagi bildi varnarlega heldur en Milka. Þetta er bara alveg á þeim stað. Já. Þú ert ekki að vinna neitt með þannig leikmann. Já, ég er sammála því, en hann munar alveg töluvert hann bara það hann getur frákastað og Getur sett hann opin layup. og hann getur sett þessi skrín sem hann hreyfir sig sko eins og ískapur á. Þú veist, bara það, en hann er vist búinn að fara í einhverja myndatöku, heyrimaður og þeir eiga bara eftir að sjá hvað kemur út af því. Já. Þú veist, og ef það er neikvætt þá eru það hræðilega fréttir. Því hann verður líka að fara að koma, sko. Það er bara... Ég er að segja það. Það er núna, þú veist, þegar bikarinn er búinn eru 2 leikir, svo er landsliðspása og eftir það eru bara 4 umferðir eftir. Ég var að kíkja á þeim daginn. Og ef hann er að koma tilbaka þá, þú veist, 4 umferðir eru bara ekki nóg til þess að Skaginn bara eitthvað vinni 4 í röð og bjargi sér, sko. Nei, en... Og ég sé það ekki án hans vinna leik. Nei... Þeir eru líka bara komnir í hættilega stöðu upp og það gera hversu gott ról Ármann er komnir á. Já. Ármann eru bara betri í dag og Já. mér finnst eiginlega bara svolítið gaman að horfa á Ármann í stað núna. Þeir eru núna að berjast, sko. Það er bara að biðjast afsökunar til Steinar Kaldal bara með hvernig maður talaði fyrir tímabil. Já, ég biðja bara afsökunar, en ég, Daniel Löf bara kóngurinn þar og Það voru að konga núna. já, og það er bara stórt sjátt á hann. Ég er bara búinn að vera geggjaður. Hvað eiga þeir helgina? Þeir eiga, ég var að tjekka á þessu. Handskotir hafa við það. Mati er ekki þannig, ég ótti með Þeir eiga það er náttúrulega í Ármann IR, það er náttúrulega stóri Sarko Júkic revenge game í Laugardalshöllinni. Mati er ekki þannig þér því oft svona þegar leikmenn fara fram og spila svo vel ára eftir og hugsa maður djöðlinn, af hverju gat hann ekki spila svona í fyrra? Er þú ekkert núna þannig með Ármann Daniel Löf eða? Nei, í raun ekki. Daniel Löf átti 1-1 fína leik líka fyrir Hauka og líka fyrir Álftanes en hann er bara það sem hann er. Hann er 3. bólhandli núna í Ármann á eftir Braga og Brandon Avarett og þá bara líður honum vel, skilurðu. Hann bara svona fær að njóta sín. Já, og ég held að Daniel Löf er bara frábær fyrir það sem hann er, skilurðu. Að koma einhvern veginn inn á það sem hann var að gera í Svíþjóð, skilurðu. Koma á bekknum, brjóta leikinn upp, stundum Hann var náttúrulega meistari í Svíþjóð. Já.
Bréfin eru græn í honum núna og en það lítur að vera smá erfitt fyrir að sjá Brandon Averett brillera svona svakalega í ármann. Það var ekki með 8 stig í seinasta leik eða eitthvað. Brandon Averett er frábær leikstjórnandi. Ég er ekki. Ég held að var alveg En rétt. hann stjórnaði ekki fokkin neinu í þessu njörðarfélagi. Ég held að sé alveg rétt þegar þau þurftu að kanna púst bara þessi nýju frændið er ekki málið. Í Njarðvík? Já. Ekki oftar að fara í Njarðvík umræði. Nei, sorry, Jú, tökur lúin. Nei, hættu þessu. Ég fatt það strax Ættu ekki að fara í revenge game? Hvernig fer, sko, ræðum þetta út frá seðlum. Já. Þú ert með sjokker, Álftanesi, þú ert með seðil Gunnar Bjartur sem að gefa 10. Sem er svolítið skemmtilegt. Og ég Má salt í gröðin. Ég held að, ertu búin að vinna seðil eða? er nú örugglega búin að vinna fleiri þú en Ekki séns. Nei, en ok. Já, í röðum daginn. Það er líka því að ég fer oft, ég er þannig gaur, ég set frekar 10 eurur á stöðlun 50. Já, sem sagt umulegur gambler. Okay. Nei, það er sem sagt mjög faglegt. En nú er ég svona, nú er maður baki upp í vegg fjárhagslega. Þannig er það nú bara hjá mér. Þannig að nú verð ég að fara í svolítið háan stuðul, 10 stuðul. Varst þú með í þessari dósasöfni fyrir Justin James? Já, ég þurfti að gefa þeim dósina mínar sem ég nú þurfti að eiga sjálfur. En já, það er svo að, hvað var þetta, Álftanes sigur? Álftanes sigur á móti Njarðvík. Já. Út með Vals sigur í Grindavík. Þannig heldur betur spurning hvort að Pargo verði með eða hvort að Shabazz taki kveðjuleik eða hvað. Heldur að Shabazz veit af þessu bara? Hann veit af þessu þegar ég gef búinn að segja þetta, þannig að þetta er eins og þegar þú varst búinn að reka Basíl. Og svo ertu með undir 191 stig í Sky & KR í running KR. Nei, þetta er á skafinum. Þú varst að tala að geta gert leiki ljóta. Þeir muni gera þennan svolítið ljótan. En KR-ingarnir kunna skora. Ég fór á KR í og þeir hlaupa yfir það sko. Já. Nei, ég held að þeir muni ná að berja þá svolítið. Bafúttor er eitthvað að geta dekkað Linnars bara til að byrja lífið sinni. Nei, línurnar á skaganum, ég er að segja ykkur það. Örugla. Og rimlarnir. Já, rimlarnir. Þetta er raun og skefna. Naflinn hangandi í rimlarnum að út í enda eitthvað. Naflinn og gugga í gúmbá til hliðina og horfa á gula og glaða skagamenn. Já, ég set það og ég held náttúrulega bara, ég held að Valur vinni Grindavík, sérstaklega í ljósi þess að það er eitthvað óvissa með Pargo og Shabazz. Gætum við séð Shabazz, Pargo, Kane-lausa Grindvíkinga eða? Það væri nú erfitt. Það væri nú erfitt. Það væri erfitt áhorf. Já, það væri það. Ég gæti alveg séð það. Þessi gotnanleikunni stóri. Ég meina, líst þér ekki bara... Já, þeir eru veit viðbót, það er rétt. Já, má ekki sofa því. Já. Líst þér ekki bara vel á þennan? Fyrir utan, KR. Önder yfir KR. Mér finnst KR alltaf verið 200 pluss leikjum. Mér finnst það bara svo fokki mörg stig, sko. Það er mörg stig líka bara af því að Skæin á erfitt með að skora. Hvað er Skæin svo bara drullar á þetta? Þetta er bara flott, ég ætla að taka það. KR er ekkert mikið verið að spila vörn heldur, þrátt fyrir að þau vilja skora mikið. Nei, mútið Grindavík fínir. Já, en var það ekki bara meira að þau skoruðu nóg þannig Grindavík gátt ekki... Það var pínu eins og Shabazz hefði vitað að þú væri búinn að reka hann, sko. Ég ætlaði aldrei að reka hann. Nei, svo talum bara, eins og hann hefði vitað, hann var bara rosalega, hann var allt svakalega andlaust í þessum KR-leik. Það var bara, mér finnst það bara mjög sérstakur leikur einhvern veginn. Mættu ekki líka bara KR til leiks eftir að sjá 2011 árganginn labbarn inn? Jú, mögulega. Jú, það geti hafa kveikt svolítið. Viljið þið sambúka með súkkulaðikeim? Ég vissi að það er svona úlingaþáttur í dag. Já. Þannig ég mætti með glaðning. Mikki er nú meira í þessu. Já, ég fæ mér þetta eftir þátt. Eftir þátt, ok. Já, við tökum þetta. Þið við þessum dag þessu, þetta er ekkert eðlilega gott, sko. Það? Já, ok. Ég hef aldrei verið sambúka maður, en þetta er eitthvað annað, sko. Er þetta jafn gott og Club Mate, eða? Club Mate er bara búið hjá mér og bara í landinu. Eftir að ég fór að vera með í þættinum minn. Já, en það er það gæðið drikkur. Heyrðu, svo erum við með... Þetta er rosalegt. Frá Steinari Aron sem áorðið bara mjög erfitt með að mæta hérna. Hann er orðin... Er hann alltaf á vöktum? Það er einhverja... Nei, mér sýnist hann bara vera... Slokka þess elda. Mér sýnist hann bara vera orðin full-time daddy, stay-at-home daddy. Hann er komið með það á Facebookið sitt. Já. Works at stay-at-home daddy. Hann hendi líka í Álftanes sigurs. Er hann ekki samt bara að greina Pétur Ingvarsbolta núna? Hvernig varnarleik þú eru að spila? Jú. Hann er ógreinanlegt. Já. Hann hendi í
Boring Booster á KR 1,2 Já. og Ármanns sigur, IR sigur í 1,7. Ég held að Ármann taki þetta. Það gefur 4,5. Ég er ekki í stegin að sá sem að hefur með flesta seðla rétta ná yfir tíðina. Nei. Í þessum þætti eða? Já. Nei, ég, by far. Já, það. Bara, Já, það er að því að þú setur stuðulinn 1,5 og... nei, það er aðalega vegna þess að ég er hverjum einasta þætti, þannig að ég fæ miklu fleiri heldur en allir hinir, en svo er það líka bara vegna þess að ég er langbesti bettarinn í þessu. Já. Já, við skulum sko bera saman bækur á eftir. Altanes sigur, KR sigur, IR sigur. Þetta er svona einn af gamla skóluna, straight win. Já, þetta er gamla skólum. Nei, þetta er bananhýsleikur þessi Ármann IR. Ég er mjög sammála því. Þetta er ekki leikur sem ég langar að... Nei, ég myndi ekki snerta en að leika með priki, sko. Mér finnst líka bara eftir að Sarko Júkic kom inn í þetta Ármannslið og bættu Brandon Averett við, þá er þetta bara mjög gott lið. Ja, þetta er bara mjög fínt lið. Sko, Sarko Júkic og Daniel Love eru á fyrstu deildarsamning, sko. Já. Þetta er alveg vel gert, sko. Þetta er mjög vel gert og hinn eru bara afgangar. Þú veist, það er þeir eru bara, þú veist, ég held að Njarðvík sé nú bara borgað þá Brandon Averett og allt þetta. Náttúrulega góða við líka Júkic er bara, hann er tilbúinn að spila vörð fyrir Braga, Ingva, Arnald. Bara, og bara hann er einhvern veginn, gerir alla leiðilegu hlutina sem að hinn er ekki tilbúinn að gera í liðinu. Já. Og kannski hendar ekki... Það er hann ekki góður að gera neitt annað. Nei, en það hendar ekki með Mango Tjótni, en það hendar þú með 4 gauri sem elskar að kasta boltanum í köruna. Er það samt dólis að hann elskar það ekkert eitthvað? Nei, kannski ekki endilega, en hann tegir á vellinum. Það er sturlað bara að þeir hafi mætt þetta í Keflavíkur og ég veit að Keflavíkur eftir að þeir hafi unnið stólana. Já, það var... Við skulum ekki gleyma því hvað þeir voru fucking ömurlegir í þessum Ármannsleik, sko. Bara aftur með fullir vinningum. Ég veist, Bragi búinn að vera bara geggjaðir og allt það. Já. En að mæta með einhverja 100.000 útlendinga, Hilma Péturs og Óla og eitthvað, og geta ekki fucking hægt á Braga í 40 mínútur á heimavelli. Bara, það má ennþá skammast sín, sko. Var þetta bara ekki Marek Dolosaj reventsleikurinn? Svo mætir Arnaldur Grímsson trítlar inn á með geðveika hárið sitt, sallar á 3 þristum og bara svona, já, við bara töpuðum. Þeim tókst ekki að hægja á einu leikmann, það voru allir góðir. Ángríns, ég skil ekki, af hverju eru allir svona miklu aumingjar, svona ángríns? Stjarnan virðist vera eina liðið sem er með eitthvað svona standard, fattar það? Þeir kom mæti inn alla leiki almennilega. Þeir koma bara, og þú veist, ef þeir eru ömurlegir, þá eru þeir samt bara lélegir einhvern veginn að skora eða eitthvað. Ákveðin alltaf staðar. Þú veist, það eru ákveðin hlutir til staðar. Svo ertu með bara einhvern veginn Keflavík og Tindastól með bara atvinnumannalið og Val. Og þessi lið koma bara í þriðja hvert leik og líti út fyrir að vera gjörsamlega vangaðir, sko. Er það samt ekki líka bara æfingarnar á Stjörnunni? Ævar ekki bara undir mestu ákveðinu hjá Balla? Er Balli bara ekki... Er þetta ekki líka bara típurnar á leikmönnunum? Er þetta ekki bara... Þú ert með Ægir í liðinu, þá mætur bara alltaf til leiks, held ég. Allavega hefur sýnt í síðustu 2 ár. Já. Ég er líka bara ímyndað með svona eins og Janis. Já. Það er kannski bara 2 og 2 pick and roll á æfingunni og hann er bara eitthvað að rífast, fattar. Já. Það er svona, veit ég hvað ég meina? Hann er bara svona, það er aldrei... Já, drilla kerfi og fyrir að rífast, sko. Já, það er walkthrough og hann er að láta Bjarni Guðmann bumpar hann og þá er hann alveg bara til í smá fight, sko. Já. Það er svo miklu skemmtilegri mannskapur að vinna með heldur en þú veist þegar að einhver fer að Vallega, þetta er walkthrough aðeins, sko. Já. Ég held að Balli elski þetta líka bara. Hann er ekkert að stoppa þetta. Það eru leiðilegustu gaurur í heimi. Býtu, slaka eða walkthrough, sko. Þjálfari er 100% vörn eða? Hvað hendur þú í þá, Matti? Hvað segir þú? Hvað hendur þú í þá? Einhvers spyrði þessu. Er 100% vörn? Ég er bara örgulega að spurði bara eitthvað svona, hvað heldur þú? Ertu þroska eftir? Og það var bara svona, djóðum Matti alltaf ógeðslega leiðilegur. En það fór eins og það fór. Herðu, förum í seðlinn minn 4,2-földun. Já. Ég kalla þann varkára. Já, eins og alltaf. Ef það eru, heyrðu, ég er bara mjög með aggressíóseðla. Ég er bara til útlanda og þá er mjög gott að, þú veist, búa til budget fyrir utlandsferðina. Þannig að ég veit að það eru einhverju Íslendingar að fara núna út í handboltan og eru kannski búin að eyða í flug og eitthvað svona pening sem þeir mögulega átt ekki til. Já. Það er að gera, setja kannski 500 eurur á þennan hérna. 500?
fjórfaldan Já, og borga upp þá borgar freddara fyrir mánaðamót. Það er nánast bara að gefa eins. Ekki gleyma því að það eru mánaðamót helgina. Já, ég á félaga sem, þegar hann veslar sér jakkaföt, þá situr hann alltaf aðeins á rúlettuna og fara þeim frí. Já. Þannig að Ég veit ekki með rúlettuna, en ég veit hins vegar að ég tengi Ég svolítið veit hins vegar að Valur tapar ekki með meir en 6 í Grindavík. Nei, ég er sammála Nei, því. ég er Það er þetta bara frábær. Það er mjög, Og ég er nokkuð viss að Álftanes tapi ekki með meir en 5 í Njarðvík. nei, það er líka mjög gott. Og svo er ég nokkuð viss að KR vinnur með meir en 8. Já, þetta er bara mjög gott. Og þetta gefur 4,2. Þetta er faglegt. Já, þetta er faglegur seðil, sko. Er það ekki? Jú, þetta er hérna, gott veganesti ef að menn er að fara hérna í herning á Jótlandi í hérna. Verður leikurinn þar að? Já, hann er hérna á, Þetta er herningsseðillinn. já, þetta er herningsseðilinn. Hérna, Gunnar ætla náttúrulega að mæta, hann og sjeffinn eru þarna saman en já, Ertu að fara út? já, það er verið að skoða það. Þú ætlar að taka Álftanesleik á morgun og föstudagsmótni drullaðar út til herning. Já, ég er nú eiginlega samt líka smá að binda vonum við að förum í úrslit. Þá fer ég og sjeffinn syngjum á trollum í herning. Já. En það er væntanlega á sunnudegi? Já. Já. Þannig þá fór hann ekki það átt á miðvikudaginn en þá jafna sig. Já, sennilega. En já, ég nefnilega er rosalega investið í þessu. Já, þú ert einn af bara fáum í landinu sem ert invested í stórmótinu í handbolta. Þú varst ekki orð. Já, ég hef ekki tekið eftir nefnilega einhvern veginn að það er stórmót í gangi. Ætlum við ekki að fara í events game? Ég var búinn að skrifa Jú. þetta. Ég fann bara ekki neina. Við vorum bara eitthvað svona, fundum ekki neitt. Þannig að Ok, ég er með nokkra. við vorum nefnilega sko, já, við vorum svona kæru áhorfendur. Já. Við vorum að tala um stóra Sarko Júkic revenge-leikin. Já, sem er að fara að gerast. Hann er að fara að gerast. Hann er að fara að láta húligans heyra það og öfugt. Það ekki óvers og stig. Boba Danur byrjar að hata hann eftir þetta. Ég sko, vandamáli er samt sko að Sarko Júkic kom þeim upp úr fyrst deild, Já. kom þeim inn í play-offsu fyrra og bara svona, þetta er allt sem hann fær, skilur. Já, hann er loyal servant. Hann var þetta á Jugo Airport listanum frá fyrsta degi. Nei, Þetta er það sem hann fær. er ekki bara kvöld Já, já. þessi kveðurnar að sagt hann, heyrðu, það er búið að reka þig og hann spyr, já, hvað með Mango Tjótni? Nei, hann verður áfram. Já, einmitt, bara svona varst ekki að meina að hann væri í leik. En svo er hann búinn að vera fín. Já. Já. Það er hann að tala um að Tómas Kári, þriðjþjálfari, er búinn að alltaf finna út í hvernig hann nota hann í. Já, kannski hætti hann að drilla hjá Luis Dianculo Já. og þá fór þetta eitthvað að ganga. Já. Hann fór að hætta ofíks á hlutina. Já. En hvað segir þau, Gunnar? Revenge games? Sko, events games, ég er með skráhumur hérna. Sko, náttúrulega fyrst sem datt í hugan var Jalen Moore gegn Haukum 2003. Já. Veitu hvað var það, Sveinn? Það grínast. Hvað segir, Jalen Moore? Gegn Haukum. Ég var að grínast. Sko, ég er með nokkra. Khalil Shabazz í upphæðu tímabils. Á myndi Brandon Averett þegar umtalið var búið að vera að hann var að leita leikstjórn á þetta. Ná pakka hana saman. Khalil Shabazz jarðaði hann og setti ykkur 11 stóðsendingar í smetti á honum. Já. Svo var ég með Kísjó móti Tindastól, þarna bara um daginn. Svo í rauninni Callum Lawson líka. Ég fann til þess að Keyshawn Woods góður þarna daginn. Þeir eru unni á krónum. Já. Já. Settir þetta bussir. Við erum að tala um svona revenge games þar sem að menn hafa pakkað, mætt og... Svo er ég með hérna, sko, þar sem situr eftir á mér, sko, Já. sem Álftanesvíki. Þá, sko, Dúi Þór á móti Stjörnunni fyrsta tímabilið, Já. jarðar ægi, sko, 2 leiki í röð. Já. Það var gæsahúð. Já, það var svona gæsari. Þú veist, 20 stig, 6 stóð, 2 stólnir og við unnum. Já. The rejected son of Garðabæ. Já. Og hérna, hann svolítið bara jarðtegndi allan Garðabæinn hérna í... Ég vil fá þennan Dúa aftur. Já, sammála. Já, Ég hef the keys. En hann er líka playoffs, þannig að, hérna... Ég vil svona... Já, fyrra. Já, Dúi er Crunch time örugglega- Dúa. Ég vil Rati upp í næstu flugvél. Þarftu ekki að svara þessu? Eða bara til Hveragerðis með hann? Já. Hvernig verður það? Ég vil fá Dúa Justin Ást fyrst. Já. Já, ég Ég er ekki ósammála þessu. Nei, ég held að... Siggi Þristur, Já. Haukur Haukur og Keke Já. Og svo stretch og 5 mann. lethal shooter Serbia back. Já. Það er alveg lið nefnilega. Þetta er þetta alveg lið, það mun bara koma í ljós. Og Justin James, það er svona eins og... En þá þarf að hjóla heim í kofan sem Rati býr í og segja give me the keys. Já. Give me the keys from this team. Nei, Hann má ekki hafa lyklana.
En við vorum í Revenge Games, Dúi, ég vil að Dúi mæti þarna á einhverju skellinöðru og ná í þessa lykla. Já, ég náttúrulega meitt Revenge Games, ég gerist aldrei, ég leti við þetta áðan Matti. Ívar Ásgeirsson vs Matti Dalmæ, það einhvern veginn gerist aldrei aftur. Já. Það náttúrulega að sprakk allt upp úr eftir að við vorum að spila 2 leiki á móti hvort öðrum. Já, einmitt. Já, maður hefði nú viljað sjá það. Það hefði verið rimma og jafnvel aðeins skipta höggum og svo bara fara heim, sko. Já, Breiðablik féllu og hann hættir og þið takir við. Ég er rekinn hálfu ári seinna og svo hefur... Jú, hann er alltaf farin að þjálfa aftur. Svo er að mæta núna sem aðstæðarþjálfari. Það væri gaman að þú myndir mæta kannski bara hvað lið? Getur ekki að mæta sem faglegur ráðgjafi til Grindavíkur? Take one last dance. Þú var reynd og myndi sóma vel þar, replace of Pavel og vera smá taka hans og Kane. Nei. Hvernig heldur sambandi þitt og Kane væri? Mjög gott, ég hef alltaf átt í frábæru sambandi við svona menn. Annarkvort erum við bestu vinir eða þá ég rek þá mjög hratt. Kínur okkur. Annarkvort. Þetta er svo svona revenge-leikur sem þarf að gerast einhvern veginn á næstunni. Já, það mun ekki gerast á næstunni en one day. Já, ég ætla allavega þessi leikur með Dúa, þú veist, það mun allir eftir honum einhvern veginn og ég ætla bara að segja það að Álftanes núna umtali kringum Justin James. Það var að vera að tala eins og við hefum verið að fá Lúvein Pipkin, sko. Men ég held að menn hafi ekki alveg fatt að koma góður í fyrra, sko. En maður kom með eina vangaveltu undir lokin hérna. Er þetta peningaísla að taka Justin James inn í þetta lið á þessum tímapunkti? Nei. Og eins og... Hvað, það þýðir, Nei, ég held að það sé bara þannig að ef að við erum bara... Gamblið sé bara 1-2 heimaleikir í playoffs og það er búið að borga sig, sko. Menn eru aldrei litlir. Við verðum bara að trúa því að við séum að fara eitthvað með þetta lið. Þú líka, sko... Ef trúin er farin, þá er þetta bara búið, sko. En málið er, sko, þú ert vanur sama umhverfi og ég. Þú veist, við höfum alltaf þjálfað í liðum sem að, þú veist, það vantar 1 milljón kall eða 2 og það er bara svona eins og, þú veist, krakkimanns myndi biðja 500.000 til þess að fara niður í bæ, sko. Það er svolítið ekkert að því heldur. Þetta er bara 10 milljónum mann út á Álftanesi, fattar þið. Þannig rúla bara topp 5 lið í þessari deild, sko. Ég var kann að fjármagna. Já, ég meina, allavega ég er þar, ég meina, við bara ef við greinilega höfum tækifæri til að sækja Justin og við erum með resource-an í það, þá bara gerum við það. Svo er líka bara hægt að taka lán og yfirdrátt og við veit alveg hvernig þetta land virkar, sko. Já, Það er alltaf hægt að redda peningum, sko. Já, það er svo sem rétt. Þetta er bara ekki vinna hjá félagi sem er búinn að maksa yfirdrætti og skuldir og þá er allt hægt, sko. Já, þetta kallast bara að vera aldrei lítill, alltaf stór. Já, ég gef ykkur það, þetta var bara hana pælinga mér bara út frá því hvernig tímabilið var hana búið að ganga hjá þeim. Það voru ekkert með lélan kana þar á undan í þetta mörki. Hvernig að gera þetta típan? Samt það sem fann með Justin er að þú fær geðveikan karakter. Já. Það lyftir öllu á hærraplan. Já, og það þurfti alveg þarna. Ég er að fara Íslandsmeistarar, ég sensa því. Já, ég held að ef þetta klikkar þá höfum við ekki, ef þetta smellur ekki klikkar, þá get ég alveg trúið því, já. Ég sko held samt að það sé bara svona göfugt markmið að komast í undanúrslit. Já, sammála. Ég meina... Það er bara ef það er komast í gegn, ef það er ná einhverju svona... Einhverju momentumi. 7. 7. sæti, fari gegnum fyrstu umferð. Já. Og ég held að Álftanes geti farið í gegnum alla fyrir utan stjórnuna í dag. Já, ég er ekkert ósammála því. Þannig að... Skal láta það bara vera loka orðin eða? Meistaradeildin eftir 2,5 tíma. Búið að stinga einhverjum menn frá Chelsea þarna úti í Napoli og það er alltaf verið að veitlist. Jesus. Aha. Shit, ok. Þetta er, já. Gangi þér vel á móti KF á föstudaginn. Takk fyrir það. Gangi ykkur vel á morgun í Njarðvík. Takk. Og gangi mér vel að halda utanum þetta allt. Já. Takk fyrir í dag, strákar. Bye. You try to front, hope ya. You ain't real, hope ya. Yo, I'm the N, the A to the S-I-R. And if I wasn't, I must have been Escobar. You know the kid got his chip too fixed. Hair parted with a barber's preciseness, brave-hearted.